Viljum enda rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sundmenning okkar út í sundlaugarnar út allt land og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Fliering til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán. Takk fyrir. Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn og það hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðareinkenni okkar. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Og deila að svara spurningum sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessar myndir. Ef við byrjum kannski bara á þér, ef þú fer bara aftur til frumbernsku, varstu sem kornabarn tekin í sund? Já, ég sko, mamma er mikill sundköttur og mamma hennar líka, amma mín, fara mikið í sund og hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund. Þannig að ég var mjög lítil þegar ég fór fyrst í sund, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund. Þannig að ég fæddist í Noregi og var 3-4 þegar við fluttum til Íslands en náttúrulega komum, það eitthvað svona saga sem að mamma hefur stundum sagt þegar við förum til Íslands í örugglega sumarfrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottinn og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég er komin heim. Einhvern veginn, það var bara svona algjörum lýsti því sem bara svona algjörum slaka. Bara aftur inn í leið. Já, og það er náttúrulega ótrúlega flott af því að það er náttúrulega þaðan sem við komum, við erum bara í vatni fyrstu 9 mánuðina. Erum við svamlandum. Þannig að, já, og svo bara einhvern veginn hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífi. Mér líður mjög vel í lauginni og og mér fannst líka alltaf ólíkt mjög mörgum, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda. Varstu þá góð sundkona? Já. Ertu góð sundkona? Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd. Ég var svona með þeim. Ég æfði ekki sund eða neitt þannig en bara ég, svona, já, það einhvern veginn. Hvert uppáhaldssundið þitt? Góð spurning. Uppáhalds, sko, það eiginlega orðið skriðsund. En ég en mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að einhvern veginn ég gæti ekki synda. En þannig ég fór á námskeið og lærði svona eitthvað smá tækni eitthvað, en svo er það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til þess að verða góður í skriðsundi, en þegar maður er svona svo að hlaupa, þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa einhvern veginn í gegnum vatnið, það er geggjað. Já. Hvað er uppáhaldssundið þitt? Hundasund. Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona? Það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allar minn sundferil síðan. Já, maður kemst ekkert úr, maður byrjar í hundasund, er erfitt að einhvern veginn. Mér hefur aldrei tekist að læra skriðsund. Nei. Og ég hef reyndar ekki farið á námskeið. Nei. En sko, ég get náttúrulega alveg synt 25 metra í skriðsundi, en ég get ekki andað. Nei, einmitt. Á því ferðalagi. Nei. Gjörðu ég svona að fá hellinga vatni hún í lungun. Já, það er svo mikil tækni, sko. Og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hataða sundið hvað heitir hann? Flugsund. Já, flugsundið. Það er alveg, þegar einhver mætir í 25 metra Vesturbæjarlaugina með flugsund, þú veist, það er alveg það er rosalegt, það er rosa flott samt. Það er mjög flott. En það hætti að banna það í almenningslaugum. Það á bara að vera svona keppnis level. Einmitt. Svo er það bara kafsund, skemmtilegt. Já, ég er enda mjög góður í kafsund. Já, ég gleymdi því. Nei, einmitt. Hvað getur þú synt marga metra í kafi? Ég nefnilega ég kemst ekki yfir. Nú? Ég held ekki. Nú langt síðan ég farið alveg svona, nei, ég held ekki. Þú kemst yfir. 25. Og tilbaka og út í miðjarlaug. Hættu? Síðast þegar ég prófaði. Ok, ég ætla að tjekka á þessu og svo kemur ég. Það svona 65 metra sem ég kemst í kafi. Hvað ætlum við sem að tala í mínútum? Hvað ertu?
Þetta tekur mjög langan tíma. Já, þetta mjög lengi kafi. En það virkilega gaman að fá þessar spurningar frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta það svo milli okkar. Nei, svo bara margt, þú veist, það erfitt að gera upp á milli. Svo bara bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusund. Það er svo gott fyrir, þetta er náttúrulega að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusundinu. Þannig að ég er bara mörg, já. Fólk verður svo fallega vöðvað, sundfólk, það er svo fallega líkaminn. Og náttúrulega bara gott fyrir einhvern veginn líkamann á alls konar, einhvern veginn bæði, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni. Þannig að það er svona, svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf. Ég ætla að segja eitt af því fáa, það var svona fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að... Já, bókasöfnin, fiskurinn og sundið. Einmitt. Það er ekki þetta trend? Jú, já. Og náttúrulega Íslands náttúra. Og náttúra sjálfsögðu líka, en náttúrulega vatnið er svo rosalega líka náttúrutengt og svona, einhvern veginn, jarðtengimann. Já, og svo er þetta brjálæðislega félagslíf. Já, og svo það. Það er svo margir pólar. Það er félagslífið, það er jarðtengingin, það er hreyfingin. Svo bara líka, eitthvað ég nenni sjálfnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina. Og það er útivera og svo ekki minnst, sko, og svo, einmitt félagslífið og einhvern veginn stundum er maður að spjalla og stundum einmitt með krakka eða einn. Og svo er þetta er svona eitt af síðasta víið, símalausa víið. Þarna er bara enginn í snjalltæki. Einmitt. Og það er svo gott. Það er bara... Það eru samt einhverjir með headphones. Já, maður sér það alveg. Og svo náttúrulega einhver sem synda með úr eða eru með headphones. Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl? Ég veit það ekki. Mér finnst þetta ekki algengt. Þetta er ekki algengt? Þetta er ekki algengt. Það kemur fyrir að maður sér. Það kemur fyrir að maður sér það. En það er tekið, maður sér það er einhverjir sem að villast. Fólk er náttúrulega með síma í baðlónunum. Þannig maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það er bara, það hefur engin húmor eða mikla þolinmæði fyrir því. En hérna hreinlætisofbeldið í þegar þú þarft að þvo þér án sundfata með sápu. Já. Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum uppákomum þar eins og við í karlaklefanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski eru með allt öðru í sér bliðunakennd heldur en Íslendingar. Þetta er náttúrulega algjörlega stórfurðulegt í hugum margra þjóða. Að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafa ekki einu sinni fyrir því að setja handklæðið sig miðja, sko. Já, er tekið hart á þessu í karlaklefanum? Mér ekki fundist það hér í höfuðborginni. Nei. En ég bjó lengi fyrir norðan á Akureyri. Já. Þar voru algjörir nasistar, sko, í búningsklefanum. Einmitt sem bara... Og þarna urðu oft uppákomur, sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur. Já. Sérstaklega á milli sundlaugavarða sem voru kannski nýbyrjaðir og voru bara búin að lesa vinnureglurnar og það skal enginn fara í gegn. Nefnum að vera búin að skrúpa. Já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir? Mest starfsmenn, sko. Einstaka gestur sem grömpi. En þetta er ekki vandamál í kvennaklefanum hér. Sko, þetta gerist... Ég náttúrulega alltaf í útiklefanum þar sem eru útiklefar að fer ég í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamennum. Íslendingar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna að ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel annarkvort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en nei, ég hef ekki séð eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka ennþá ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta af því að það er ekkert óskemmtilegra heldur en að ég get bara einhver rakspíra ylvaslíkt í pottinum það er ekki gott. Það er ekki gott. Nei, ég sammála. Það er ekki gott. En ég meina, maður skilur það líka, þetta er allt eins og þú segir, fólk er með bara mjög ólíka bliðunarkennd og bara úr mismunandi menningarheimum, þá er þetta bara alveg getur verið mjög erfitt fyrir fólk. En ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka að við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist, það er bara flott að það
það í baðlónunum, þá getur gert þetta aðeins öðruvísi en ef þú ætlar að koma í almenningslaugarnar, þá gerum við þetta svona. Já, ég held að sé alveg, af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt, hvað sem bara alast upp í laugunum og veri í kringum alls konar líkama, kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir, við völsum og einhverjar drífa sig í föt og aðrar taka sér lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað, minnst það geggjað, minnst það algjör gjöf. Svo kemur tímabil þar sem að, þú veist, krakka verða unglingar og þar verður þetta eins og vandræðalegra og svona allt í lagi, en þú ert allavega samt búin að alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki eitthvað sexuelt. Nákvæmlega, já. Bara þetta er bara eina fáum vítum þar sem að það er nekt en ekkert sexuált. Já, þú veist, ég meina væntanlega einhverjar hugsanir Já, við erum bara fólk, en ég meina það er samt rétt, það er svo ótrúlega fái staðir þar sem að þú ert nakin án þess að það hafi einhvers konar merkingu. Ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótagjá í Mývatnssveit sem er fyrsti baðstæðurinn minn. Þar er fólk ekki einu sinni í sundfötum og það er ekkert sexuált. Nei, það er ekki þannig. Það er bara... Þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að þegar þú ferð í sund með öðru fólki, hvort sem það er grjótagjá í Mývatnssveit eða venjuleg sundlaug eða eitthvað, þá er ekkert samasemmerki á milli þess og hins sexuála. Nei, einmitt. Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu, sko. Nei, einmitt. Í allri nektinni og klámvæðingunni og draslinu og fíblagangnum, sko, sem er í kringum okkur. Já. En og mér finnst mjög áhugavert þetta sem þú segir með að það eru alls konar skrokkar. Að á einhverju, þú veist, þegar maður er unglingur þá heldur maður ístrunni inni og svona reynir að vöðvana aðeins inná og svona, en svo núna, þú veist, ég á mínum aldri, kalla 70 aldri, mér er svo skítsama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segi að fólkið í kringum mig, það er bara eins. Já, það er bara eins. Þetta er algjört frjálsræði, slökun. Já, slökun og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það er allt í lagi. Hugsaðu hvað þetta er geggjað. Þetta er svo geggjað. Að hafa þetta. Og allar kynslóðirnar saman. Já, allar kynslóðir saman, alls konar af öllum stéttum og hópum og svona. Og það er vissulega þannig og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, í ólíkum laugum. Svo verða til einhvern veginn þessi sem heitast á mótnana og svo er allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig svona væpi breytist yfir daginn, flott. Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði að koma. Já. Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur hverja einustu sundlögu eða hvað? Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega þegar ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í margar laugar og þær eru alveg fáránlega margar. Já. Ég man ekki hvað ég skrifa ég fór fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til þess að fara landið og heimsækja laugar og teikna stemninguna. Og þetta er svona hluti af því sem að ég hef verið að vinna sem eru svona heimildateikningar, það eru svona grófar skissur sem eru bara unnar á staðnum og er ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk, heldur bara búa til, reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósaík af myndum, augnablikum úr laugum. Þannig að ég heimsótti eins margar ég gata á þessari hringferð bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar og teiknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn vatn og fólk. Já. Og svo stóð alltaf til að ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók. Og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera. Og það er eiginlega ótrúlegt að hún skildi einhvern koma út núna því að tók mér svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja af því mér fannst einhvern veginn allt hafa verið sagt sund, ég veit ekki af hverju mér fannst ég bara einhvern veginn ekki hafa svo mikið við að bæta fyrr en einhvern veginn ég fann að það var eiginlega þegar ég í 100. skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já ég er að koma til Íslands og hvað á ég að gera og ég byrja alltaf bara taktu með sundföt en
við erum ekki að tala, og þá kemur alltaf eitthvað, nei, ég er ekki svona sundlauga og svo byrjar maður að útskýra hvernig laugarnar eru ólíkar því sem maður er og nei, þetta er ekki Bláalóni, þetta er ekki almenningssundlaugin sem þú þekkir þarna kalda heima hjá þér og maður byrjar einhvern veginn að útskýra og ég hugsaði þetta er bókin sem ég langar að gera, hún útskýrir þessa menningu og á þann hátt að þú einhvern veginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða, bara hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki, að stunda þetta daglega og einhvern veginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og við aðra. Þetta langaði mig til þess að útskýra og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápu þó sig almennilega. Það myndi skilja svo vel hvað þetta væri eitthvað sérstaklega. Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum svona heilt yfir. Já, gaman að heyra. Já. Ég hef heyrt það sem mér hefur þótt einna vænstum var svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkurborg og 3 laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni. Já. Þær eru búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsárdal og það búið að vera gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekkert, þetta eru 12 myndir og hanga þannig í laugunum að það er hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr ganginum eða andirinu og það var eitt sem lýsti því sem eitthvað svona sundnæmi og það þótti mér svolítið gaman að heyra af því þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar en þær eru náttúrulega ég kannski að reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu þannig að það þótti mér mjög væntum að heyra. Einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hvert þetta er að leiða þig. Já. En áður við fyrir þangað þegar þú fórst þarna hringinn í kringum landið upplifur mikinn menningar mun á milli sundstaða? Með þeim fyrirvara ég er auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega þannig að það er náttúrulega allt veldur á bara hvenær dagsmaður kemur og það er náttúrulega alltaf eiginlega í öllum laugum held ég almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótana og spjalla og svona og það er auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona er menningarmunur? Nei, það ég held að það sé meira sem að sameinar fólki í þessum laugum heldur en ekki en síðan er náttúrulega eitthvað svona semstaðar, eitthvað kaffi og það er eitthvað reglur sem gilda varðandi hvernig þú ferð í rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað. En kannski helsti menningarmunurinn er náttúrulega á þessu, við erum með almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar. Og ég heimsótti alla þessa stað og þeir eru náttúrulega, þar eru helsti munurinn, finnst mér, hvernig, Útskýrðu þennan mun fyrir mér. Almenningslaugarnar, við erum náttúrulega búin að tala svolítið um það, og þær kannski tengjast okkar svona hversdags lífi hvað mest náttúrulaugarnar eru náttúrulega stórkostlegar því að þú ert með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega er eitthvað svona upplifun sem er alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa þér einhvers staðar það sem þar er náttúrulega það er náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þér núna þannig að það er eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að svona almennt að eiga en og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóríu þar eru við að tala um eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og það er náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn en mér syns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það er bara svona lúxusútgáfan af sundinu með allt annari stemning og það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað Er það orðið umhugsunarefni hvað það er mikið sullaði bjór í summa þessum baðlónum? Það bara kemur mér ekkert við, mér er alveg sama. Ég veit það ekki, er það ekki bara, það er svona, það er bara önnur stemning. Ég meina, ég veit það ekki, hvað finnst þér? Já, ég held það.
ég held mér finnist að það séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum og eins og með allt sem nýtt við förum stundum aðeins svo langt áður við bökkum og finnum balansinn sko. Einmitt, akkurat. Þannig að ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkert að nafngreina bara hafa alla góða. Ég bara svo mikill stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni að ég hugsa bara ef fólk ætlar að drekka þá örugglega bara fínt að hafa það í vatni þá alltaf bara einhvern veginn slakt og svo það bara mjög heiðalegt sjónarmið ég meina að þeir eru þá ekki heima með einhver liðandi kallarnir sem eru drauknir í sundi erfiðar að fyrir áflóð og eitthvað svona ég ætla bara fínt að dýfa þeim ofan í En ertu sánumanniskja? Já, ég það líka, týrska sánu og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum sundlaugargestinum það alltaf brjálað að gera þetta ekki svolítið mikið að gera, jú en ég menna ég segi aftur Stendur það að ég hata aðkomu fólkið? Nei, ég segi bara aftur mér finnst það bara geggjað það er bara á einhvern veginn það er svo margt Nei, anskotin hafa það er svo margt sem maður geti kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund minnst það bara æðislegt, svo velum maður sé bara tímana ég náttúrulega bara í bullandi forréttinda bublu og grúpu sem getur mætt á daginn þegar það eru óbúslega fáir í sundi og ræð mínum tíma sjálf þannig að ég mæti það og en nei, þetta er náttúrulega bara æðislega viðbót En af því að þú flakkar reglulega og ferði aðra sundlaugar en Vesturbæjarlaug sko menningamunur á milli sundlaugana innan höfuðborgarsvæðisins eða bara munur þú veist bara hefur hver sundlaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifir það? Já, ég upplifi það er ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft ólík oft fjölunarefni í pottunum mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifísera til þess að kannski svona bera alveg en svona það er mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna það er svona aðeins, það er svona gott að fara og heyra aðeins hvað fólk er að spjalla það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann er náttúrulega bara ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múmínbolla halla og svo eru bara aðrir hópar og fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það er svona gaman og holdt að fara annað líka En sko þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottinum séu kannski einhver liti ólík er það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á er meira til dæmis talað listir og menningu í Vesturbæjarlaug heldur en í sko nú erum við komin út á Hálanís já. En ekki alltaf að dvelja á Hálanísnum í eitt andartak Jú, sko ég man bara, þú segir þetta man ég eftir mjög heitri og það er svona það sem poppar helst upp í mínum huga mjög heit borgarlínu umræða í Breiðholtslaug og síðan svona var bara daginn þá var ég að hlusta á reimúlaði uppskrift í Sundhallinni og listur og menning, ég veit ekki svo er þetta líka bara svo er bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, það bara komið úr fötunum það er ekki lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara svona sleppir einhverju þannig að það er bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp á bankalánið eitthvað og Þetta er okkar pub okkar trúnaðarskeið á þess að við þurfum að vera drukkin Þetta er bara íslenski pöppin, hann er þarna og allir retro. Já, nefnilega, það er magnað. Og stundu kemur þessi lokaða þjóð oft að manni finnst vera manni svo óvart í þessari nekt í því að við erum öll eins og bara menn ryðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara, bara raunverulega að vera að tala svona viðkvæm mál. Já, það er það, það er heila magnað. Þetta er alveg magnað. Ætli það sé líka símaleysi, það er ekki hægt að engin spurning. Já. Það er ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teipu. Jónas Sen var bara síðast í dag að skrifa einhver status á Facebook um sí-áreitið og börn og hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf, skilur við að ég er ekki frá því að mér finnst oft í sundi eins og bara
sko, þetta bara glansandi og geislandi augnaráð. Þú finnur að fólk það bara skín í lauginni. Þannig að ég bara, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og við megum alls ekki missa þetta frá okkur. Af því að maður svolítið smeykur, sko. Já, þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar, eða sundlaugumenningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur sem að kom núna í desember. Þess vegna held ég að hann sé svo góð og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þessa sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þessa sýningar svolítið í tengslu með það og margar aðrar og margir að tala og finn svo fyrir því hvað það mörgum andum þessa menningu og ég held að það sé svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta til þess að við getum staðið vörðum það. Eins og segir, af því að þetta svo, við erum að átta okkur af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því. Það ekki? Jú, og ein vít sem forvarna gildið að nú á að það hugmynd að sundlaugarnar verði opnað til klukkan 12 helgar í sumar. Og sko, þetta örugglega bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra, þú veist, á þessu skeiði sem viðkvæmt, sko, vita af þeim í sundlaugunum, einmitt allir edrú, þannig séð. Og sko eftirlit og svona, þannig að það eru svo marga vítir í þessu. Já, það það. En rúsinan í pilsvendanum, hvað varðar þennan þráð í þínu lífstarfi svo að þú ert á leiðinni til Feneyja, það ekki næsta ár? Jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2027 í Feneyjum og þar verðum við okkar framlag heitir SOAK og baðmenninguna og við erum svona, hann heitir Marcos Sotis sem sýningarstjóri hjá Basalt arkitektum og þar líka Rolfur og Perla og svo frá Gagarin, Níls og Kristín og ég og við erum búin að setja saman þessa sýningu og það sem við erum svolítið að fjalla bara þetta sem við erum að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti. Hún heitir Í bleiti á íslensku. Í bleiti? Já. Það svo flott. Samfélagi í bleiti. Flott yfirskrift í bleiti. Það ekki? Samfélagi í bleiti. Samfélagi í bleiti. Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við erum svolítið að tala um að þetta náttúrulega tvíæringur í arkitektúr en arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist og þetta svona, ákveðið svona samfélagslegt og lýðræðislegt. Eiginlega bara allt sem við erum búin að vera að tala um. Þannig afleit ævintýri af því að móðir þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina. Þetta ætlar engan enda að taka. Nei, en þetta ótrúlega fyndið. Þetta mjög svona, gerðist einhvern veginn mjög óvart og náttúrulega. En svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í. Þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði einhvern veginn að endilega gera eitthvað úr. En svo náttúrulega ef mann eitthvað kært, þá kannski hefur maður áhuga á því fyrir einhvern veginn að spinna við það. Þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist, að fara til Feneyja og tala þetta síðan við eins og veist, kynna þetta fyrir fólki og tala hvað það að vera í vatni og við höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu á meðan eins og segir, þú veist, hvað þetta í öðrum kúltúrum, þetta ítalska torgið, þetta íski eða breski pöbbin, onsen í Japan almenningsgarðar, en öll þessi þriðju rými sem við erum í rauninu að fjallum þarna sem eru staðir þar sem fólk getur hist utan heimilis og vinnu þau eru náttúrulega hverfandi. Þetta voru kannski eitthvað tíman verslunarmiðstöðar en þú veist, þar ekki hægt að hanga. Þannig að það einhvern veginn orðin svona fá svona rými sem eru ekki, þar sem fólk þarf ekki að borga sig inn á eða þar sem að allir geta hist. Já. Og sko, þetta nánast ókeypis. Já. Ég held að áskortið í sundlaugar sé, sko, það eiginlega allir með einhverja stéttarfélags það nýbúið að lækka verðið á því líka. Þetta bara eitthvað alveg, þetta eitthvað sem skiptir mjög fáa Íslendinga einhverju máli, sko. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta. Já. Það ræðislegt.
og svo líka áhugavert að er einhverja raddir sem hafa áhyggjur af því að einmitt þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar. Einmitt. Er þetta eitthvað sem þú myndir hefur áhyggjur af? Góð spurning. Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér. Já. Ég hallast að því að sé betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn leyndu eða eitthvað svoleiðis. Og svo ímyndaði mig líka að þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur. Já. En ég veit ekki. Ef okkur myndist að hafa ógn á þessu, þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðaþjónustufyrirtækin og leiðsögumennina svona að rútufarmandi kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem ekkert brjálæðislega, brjálæðislega margir í sundi. Þú náttúrulega þekkir það sem vön sundkona að það eru ákveðnum tímum sem eru flestir í sundi. Einmitt. Það eru líka tímar það sem eru mjög fáir í sundi. Akkurat hugsaður, bara 8:00 á kvöldin og rútufarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð. Jú. Ok, það verður spennandi að sjá. Það verður spennandi. En rétt í lokin Rán, alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig þessi mál og það er ekkert leyndarmáli, ég er mikil aðdáðandi þinna verka. Hvernig varst þú svona öflugur myndlistarmaður og rithöfundur? Varst þú þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi komin sundi, varst þú bara eininn í herbyggja að tekna það? Já, kannski bara ég hef allavega að tekna, ég bara hefur alltaf verið einhver svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem er að teikna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég er lítil. Þannig að ég held kannski það var svona bara margt í kringum mig leitt til þess að ég hef geta sinnt því og svo verður maður góður í því sem maður æfir sig, ekki satt? Jú. En sumir verða reyndar aldrei góðir í neinu þótt er að æfir sig, sko. En Já, það er líklega rétt. Já. En þú ert alveg En það er svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svo er maður ekki alltaf að vera góður í ykkur ef maður gaman að því. Nei. En þú ert alveg, er það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna á landsvísu, það er alveg, bækur þínar hafa komið út utan landsteinana Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi, gefið út þar og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hafa verið þýddar á fjölmörg tungumál. Já. Og ertu oft einhvers konar íslenskur ambassador? Já, ég hef verið svolítið, ég fer töluvert mikið erlendis og ég náttúrulega vinn alls konar verkefni, svona stærstur hlutin er bækur, en síðan er ég að teikna alls konar verkefni bæði hér heima og erlendis, en svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem við kemur þeim, þannig að ég er oft einmitt að ferðast með vinnustofur eða erindi eða segja frá bókmenntahátíðir og alls konar viðburðir þar sem ég bæði mitt með einhverja smiðjur og fyrirlestra og svona eitthvað. Finnst það eiginlega gaman. Já. Og stundum verður hápólitísk og maður sér einhverja seríu eftir þig sem maður bara velgir valdinu undir augun. Já, ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu, svona einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því, en það var því að bara náttúra og náttúruverndarmál og siðfræði náttúrunni, þetta er allt, náttúruverndarmál er eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert. Og ég einhvern veginn fann að ég var búin að böglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft, mér fannst ég eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað á brjóstum, manni finnst maður ekkert geta gert í því sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagnartól í höndunum. Ég væri með ákveðin ofurkraft og þannig að ég ákvaða án þess að ætla að bjarga heiminum
að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar. Þannig að það er svona, var ákveðin og svo sumt af því verður hápólitískt, það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo er eitthvað svona meira eins og með sundið sem er líka hluti af því sama því að það, bara það að við tölum og hugsum þetta að vera í vatni er líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur. Já, ég man eftir einhverjum degi, það er kannski verið fyrra eða 2 ár síðan að ég var að reyna að finna einhver orðum eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi. Og þá postaði deildi einhver á Facebook held ég, myndasögu sem þú hefði gert og mér varst, hvort það voru 9 myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð. Já, gaman að heyra. Ég er náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá í svona myndmáli. Já. Og það er eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og þá ger ég það bara eins og ég bara reyna að skilja hluti sjálf. Já. Þetta er bara einfaldasta leiðin fyrir mig að skilja og það er bara oft hangir það saman með að eins og maður myndi útskýra það fyrir 8 ára barni. Og maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getur maður einhvern veginn byggt á það. Þannig hugsa ég og svo er eitthvað með myndasögur og myndir að sko erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni. Það er bara fólk sér bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það er eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga. Já. Kannski af því að það er eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona badslega forvitni eða eitthvað svona kannski. Já, mega sens. Já, mega sens. Ég ætla að finna fyrir því að það er eitthvað svona svona eins og maður leggir niður varnirnar kannski, og móttakan verður einfaldari. Já. En og ég dáist að öllum listamönnum sem þora að sína pólitískt hugrekki og mér finnst tímandi núna kalla svo litið á afstöðu í listum. Já. Þú þekkir það náttúrulega, búin að örugglega lesa listasögu alheimsins að við lifum mismunandi skeið, stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sé með einhverja afstöðu, en er ekki svolítið tímar afstöðunar núna? Ég held það, ég er sammálaðir. Það er það, en þetta er bara ofboðslega jú, það er það, en það getur líka bara verið svo flókið, kannski hefur alltaf verið flókið en við erum náttúrulega bara þegar hver listamaður á líka að vera sín eigin útsendingastöð og markaðsstofa og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skil ég alveg að fólki geti einhvern veginn ég tekur til það með þér maður skilur áhættuna einmitt. En auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað sérstaklega maður hefur nákvæmlega stað til þess. Já. Þetta eru akkurat einhverjar orð Rauðaborðsins og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið Rán Flýring. Takk sem leiðis og gangið þér vel í hvívetna og ég hvet ykkur hlustendur og áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlaug og eru einhverja aðrar sundlaugar í Reykjavík? Nei, nú eru hérna 2, þær eru komnar í viðhaldslokun en þær munu hanga upp í Vesturbæjarlaug fram að viðhaldslokun í lok mánaðar. Í lok mánaðar? Já. Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld. Við segjum Rauðaborðinu slitið í bili, hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.